Í verkefni 15 ætlum við að búa til myndrit í Excel. Myndrit eru til dæmis súlurit, kökurit og línurit. Myndrit geta verið öflug tæki til að setja fram og kynna gögn. Súlurit henta vel til að setja fram mikið af upplýsingum. Í Excel er einnig hægt að búa til kökurit sem henta fyrir einfaldari gögn. Kökurit hafa engan X og Y-ás og geta eingöngu sýnt eina breytu. Þau henta til dæmis vel til að sýna hlutfallslega skiptingu. Línurit er vel til þess fallin að sýna þróun á tímabili eða fylgni tveggja eða fleiri breyta. Sækjum skjali graf við linknum hér í verkefnaheftinu. Byrjum á að búa til súlurit úr gögnunum okkar. Við þurfum að vera með hólfvalið inn í gagnatöflunni. Förum á Insert-flipan. Hérna á tjartsvæðinu setjum við inn myndrit. Við skulum velja kolum og veljum hérna efsta og fremsta súluritið úr safninu. Súluritið birtist strax hérna ofan á gögnunum og við sjáum hérna strax að samtalsdálkanir eru hérna inni á súluritinu og skekkja alla myndina. Skulum byrja á því að færa hérna myndritið og ætla ennþá lengra. Og skoðum hérna gögnin á bakvið og sjáum við að samtalsdálkurinn og samtalslínan eru hérna inn í gögnunum. Við getum dregið hérna ramman inn og tekið út samtölunar og sjá að við drega þetta hérna aftur inn í mynd að þá er þetta orðið aðeins rétt. Þegar við erum myndritið valið höfum við þessa 3 flipa til að laga myndina: design, layout og format. Best er að vinna frá vinstri til hægri, frá aðalatriðum meðri smáatriði. Á design, lengst fyrir vinstri á design flipanum er change chart type hnappurinn. Hér getum við breytt gerð myndrits. Breytt þessu í annars konar súlurit, línurit, kökurit. Loka hann þessu núna aftur. Í þessu myndriti höfum við 2 breytur, ársfjórðunga og sölusvæði. Við getum skipt út breytunum á hérna design flipanum með switch row column hnappinum. Núna eru ársfjórðungarnir hérna niðri og löndin á merkisvæðinu hérna til hægri. Ef við smellum á switch row column þá snúum við þessu við. Við hafa þetta svona. Quick layout hnappurinn eru tilbúin snið fyrir myndritið. Ég ætla að velja hérna eitthvað snið sem að hefur titil. Vel bara hérna þetta efsta. Ég ætla að hafa titil og ég ætla að tengja titilinn við reit B3 með titlinum á töflunni hérna fyrir ofan. Smelli einfallega á það, þannig að komi hérna rammi hérna í kring. Ætla á formúlulínuna, slæði inn sama sem og vísa bara hérna einfallega á B3 eftir. Nú get ég kannski laga þetta er svolítið villandi fyrirsögn, ársfjórðungsala eftir löndum. Og þá uppfærist fyrirsögn á myndritinu líka. Veljum aftur myndritið þess að fá flipan hérna aftur og skoðum design flipan. Ég ætla ekki að breyta hérna litnum hér úr safninu, halda bara við þetta sem var sjálfgefið og opna layout flipan. Hér getum við farið í nákvæmari stillingar á myndritinu. Ráðum við hvort að við höfum fyrirsögn eða titil á myndritinu eins og við settum eins og er hér inni núna. Við sett hérna inn titil á lóðrétta ásinn. Hérna ætla að velja hérna rotated title. Það birtist það hér og ég get skýrt það þá
tala í $1000 til dæmis. Við erum búin að setja inn titil. Legend skýringaramminn hér til hliðar. Data labels merkingar á súlunar. Setjum inn merkingu hérna á miðja, inn á súluna, miðja, og koma merkingarnar hér. Plot area bakgrunnur myndritsins. Hér grid lines línur á bakgrunnum og data table möguleikin að setja inn gagnatöfluna á myndritið sjálft. Ef við viljum laga smáatriði, eins til dæmis merkingunum á súlunum, þá þurfum við að velja eina gagnaröð einu, annarkvort með að fara í current selection hér, og ef við ætlum að breyta merkingunum þá þurfum við að fara í hverja seríu eða hverja gagnaröð, hérna series 1, data label, og get farið hérna í format selection, breyta hvernig þetta snýr svo þetta passi betur, snúa allum texta 270 gráður og close. Takk eftir við breytum bara hérna einni seríu, einni gagnaröð í einu, bláu súlunum fyrir ársfjórðung 1. Við erum að gera það sama við allar hinnar súlunar. Hægri smellum á merkinguna á rauðu súlunni og veljum format data labels. Ef við veljum format data series þá getum við breytt útliti súlunar. Við erum að breyta merkingunni, veljum hér og opnast þessi gluggi og við ætlum að snúa undir alignment 270 gráður og close. Við getum stytt okkur leið við að nota flýtilykilinn F4 til að afrita síðustu útlitsbreytingu sem við gerðum. Í F4 núna, þá snýst þetta við og fer á næstu merkingu og þetta aftur F4 og kópera það líka. Þá bara vista skjalið áður við höldum áfram og búin til kökuritt líka úr gagnasafninu. Eins og ég myndist áðan henta kökuritt vel til að sýna hlutfallslega skiptingu og einni breytu. Við ætlum að skoða núna samanburð á sölu eftir löndum. Ýti aðeins súlritinu hérna til hliðar. Við ætlum að búa til nýtt myndrit. Flýtilykillinn til þess að gera myndrit F11 á lyklaborðinu. Excel býr til súlurit á nýrri síðu. Byrjum á að breyta súluritinu í þrívítar kökuritt. Förum við change chart type, glugginn hérna opnast, veljum pie og hérna næst aftasti undir pie þrívítar. Ok, þá sjáum við í fyrsta lagi að samtölunar inni sem skekkja myndina. Þetta bláa hérna samtalan, og í öðru lagi að kökuritt ráða bara við eina breytu. Við sjáum hérna að þetta eru bara töluna fyrir Bretland og hérna eru ársfjórðungarnir. Við þurfum að velja grunngögnin upp á nýtt og smellum á select data á design flipunum og hér veljum við löndin, byrja hérna á svæði og vel öll löndin. Hérna held ég kontrollhnappnum inni á lyklaborðinu, inni vel hérna samtöludorkin F. Þannig þessi gögn hefði við líka geta valið strax í upphafið þannig við bjugum til myndritið. Og ok, þá fáum við svona, við þurfum að snúa hérna row column
til þess að fá myndritið. Setjum núna inn merkingu á kökuritið. Förum við á layout flipan eins og áðan og setjum inn hérna data labels, center. Núna skulum við breyta þessum tölum í prósentu og við getum smellt á merkingarnar. Sjáum við að allar merkingarnar fá ramma í kringu sig. Ef það er bara ein, þá breytum við bara henni, en við skulum reyna að hafa allar valdar. Getur verið hérna series samtals data labels, sem merkja þetta allt aftur, og förum í format selection. Þar ætla að skipta út value og setja inn prósentu. Gæti verið bæði, en ég ætla að hafa bara prósentu. Og þetta komið, og nú skulum við enda þessa æfingu á að leika okkur aðeins með þrívitra hérna, þetta er 3D rotation. Snúum þessu usulósin, sjáum hvernig þetta lítur út. Eða við snúum x-ásin og snúum þessu bara svona. Og lokum, síðan er líka hægt að draga út hérna eina sneiðina. Það er eitthvað sem við viljum leggja áherslu á. Þá er bara vista skjalið og senda.